aðeins að laga þetta. Laga næra þessi. Nú er rétt. Hvenær er rétt, annar mál? Annað mál, minn kæri. Við erum mennirnir sem viljum allavega gera rétt. En eitthvað þarf ég nú að færa þetta neðar, ekki? Þú vilt sjá fallega andlit mitt, ég sé það nú bara á þér. Það það skemmtilega, ekki? Það sjá allavega fallegu andlitin. En ekki bara öll andlit falleg. Jú, þau eru það. Og við nullum þessa og setjum hann að stað aftur. Þegar þú þarf að telja tíma hvers þáttar fyrir sig. Og ef maður gleymir að slökkva, þá bara heldur hann áfram að telja, svo kemur á staðina og er eitthvað stóagalegt í gangi sem bara gengur ekki, bara aldrei ekki. En hér eru eldfærin. Þetta er nú aldrei flott maður. Þessi listi af eldspýtuna og kveikjaran. Það var hálfgerð vandræði átt með þessa eldspýtur. Þegar sumir voru svo fljótærir að þeir kveiktu sér í pípunni sinni, sígarettunni sinni og hristu aðeins eldspýtuna og stungun í og svo kveiktu þeir í stokknum. Þeir áttu þessu ekki á að til að eldurinn sleknaði þurfti hann eina hristu viðbót sem ekki var tekin og henni því stungi logandi ofan í stokkinn sem olli hlátri í kring og ekkert sérstaklega góðum viðbrögðum hans og hennar sem ílendi. Þannig erum við stundum fólkið að við erum ekkert nema tilfinningasemin. Það víst fylgir því að vera maður og það þessi svakalega áhugaverða tilfinningasemi. Hún ágætt svo sem, en hvimleið það sem henn ekki stjórnað, ekki? En nú ættu sjáum við að við þurfum að stjórna. Við þurfum sjálf að stjórna því hvernig okkur líður og það gerir það enginn nema viðkomandi. Vissirðu það? Já, þú vissir það, þú veist margt. En ert líklega eins og ég, það ger ekki alltaf það sem réttir, sem allt annað mál. En þú veist margt, hefur reynt margt, skoða margt og skilgreint margt. En samt þekkirðu kannski ekki orð Guðs. Það breytir ekki því að hugurinn heldur áfram að starfa og hjartað að búa til alls konar hugsanir. Og þannig nú með þetta ágæta hjart okkar andlega mann, að hann móðar úr því sem hann hefur. Og hvað hefur hann? Já, í mínu tilviki hefur hann Guð, hefur hann Jesú, hefur hann orð Guðs. Þannig að við ætlum allavega að það sé aflið sem að framleiða í þessu manni til að mynda orðinans, verkinans, gjörðirans, hugsanirans. Og hvað kemur gott út úr því? Hvað er gott? Það sem Krists gott. Ætlum við ekki bara að draga hring utan það eitt, Krist orð Guðs. Ég hugsa það. Þarna eru nú ekki allir sammála mér Það þekki ekki heldur allir orð Guðs. Það þekki heldur ekkert allir sannleikan að ganga með Guði né átta sig á að það sé yfir höfuð gerlegt. En ég þekki það
að því ég blessuð manneskja sem fékk að gjöf heilagan anda sem útskýrir allt þetta fyrir mér. Og þér líka. Ég vil það, en vilt þú það? Þú verður að svara þessu sjálfur og sjálf. Ég sess að tala bara mína reynslu af Jesú og þann kraft og mátt sem hann gefur mér vegna þess að ég í það minnsta, og ég heldur ekkert eitt þar, að gera það sem Drottinn að bjóða mér. Og hann að bjóða mér að vera vel að mér í orðinu og fara af þeim krafti af stað til verka í hvers þágu orðsins auðvitað. Ég maður orðsins, rétt eins og þú sem trúir verður manneskja orðsins. En á þínu valdi hversu langt og mikið þú nærð á þeim löndum. Við höfum að ná langt þar. Því við getum það og meira, við megum það og meira, það ætlast til þess að við gerum það. Þannig að við gerum það. Og hvað erum við að tala um núna? Hvað annað en vinnu? Ég fyrir nokkuð löngu síðan stigin út af atvinnumarkanum eina sanna og fór inn í kirkjuna og byrjaði að starfa þar og ger ekki neitt, segja sumir. Hvað er hann að gera þessi? Það er enginn að gera neitt nema ég, þú veist það. En ég steig sérst inn í kirkjuna og byrjaði að sýsla þar eitt og annað og yfir mér verkstjórinn minn strangt til tekið bara Jesús. Það nú bara þannig. Veit ekki hvernig þetta talar við þig. Svo fyrir þetta það veit ég ekkert hvað yfirleitt talar til manna. Ég bara hef ekki hugmynduð og löngu hættur að pæla í því. Þannig það ekki mitt mál hvernig menn taka svona. En þetta nú sannleikurinn samt. Og ég, eins og þú, sem kristinn maður, elska orð Guðs. Já, elska orð Guðs. Er hægt að elska orð Guðs? Ég allavega geta. Já, það er hægt. Ef ég geta, þá geta það fleiri. Því að ég hef aldrei litið á mig sjálfan sem eitthvað stakt sker einhverstaðar. Ég í ranni Guðs. Og það er ekki að vera einhverstaðar. Einhvern tíma. Ég dvel þar alla daga. Og tek mér í hönd Biblíuna og les mest Nýja testamenti. Það er einhvern veginn svona, ég svona Nýja testamenti skall. En viðurkenni alveg mátt Gamla testamentisins. Og til að mynda sannleika 23. Davíðs sálmar. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiði mig að vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hann hressir sál mína. Leiði mig úr rétta vegu. Fyrir sakir nafsins, þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig. Þú býrð með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt olíu. Bikar minn barma fullur. Flæðir yfir. Leyfið ég að koma með menn, láta þetta orðið fylgja með. En hann flæðir yfir. Það er eiginlega meira en að vera barma fullur. Barma fullur
stoppar við barminn. En þegar flæðir yfir, þá byrjar að leka úr glasinu niður eftir því og allt þess vegna. Gæf hann að fylgja mér, alla ævidaga mína, og í húsi drottins býja langa ævi. Þetta Gamla testamentið. Þetta einn Davíð sálmanna. Þessi merkilegi maður Davíð var eins og við vitum konungur Ísrael. Í áratugi reyndi Sál, sem var konungur undan Davíð, að drepa þennan Davíð. Og veistu af hverju? Hann öfundaði. Þannig að sjáum við nú hversu skæð þessi öfund getur verið og hversu langt hún getur leitt menn af sinni öfund. Hvað gerði Davíð Sál til saka? Ef þú lest orð Guðs, þá sérðu að það var ekki neitt. Og hvað átti Davíð svo sem að geta gert því, þó að drottinn hafi valið sig til embættisins og tekið það af þessum ágæta Sál. Hvað kom það honum við? En hann átti að gjalda fyrir það, af Sál. Þannig þetta stundum, að menn eru látnir gjalda fyrir það, eða það reynt, sem þeir eiga enga sök á. Og er þetta ekki enn í gangi? Í minni bók er þetta enn í gangi. Og aftur komum við á þann staði í öllu saman, það hefur ekkert breyst. Heimurinn og hugsanir heimsins eru þarna. Þær eru fullar heift og haturs. Þær eru það, myndu það. Ég veit að menn vilja fara í kringu það, mál eins og köttur kringum heitan graut, svona er þetta. Annar veruleiki blasir við þegar þú ert orðin manneskja orðsins. Þá ferðu nefnilega að stúdera Guð. Þá ferðu nefnilega að sjá allt þetta góða sem hann hefur að gefa. Allt gott býr í lifandi Guði. Þetta getur fræðst rétt eins og ég. Því að líklega og mögulega, ég veit reyndar ekkert stöðuna, ertu með bók sem heitir Biblían heima hjá þér. Og bók sem að jafnvel þú ert að fletti inn á milli. Bók sem þú jafnvel lest í á hverjum degi. Og hvað knýr þig til daglegs lestur annað en trúin þín á Jesús? Ekki á Davíð eða Sál eða alla þessa kappa, á Jesús. Hann er aflið, hann er aflana og það sem við eltustum við og viljum eiga og eiga meira af. Og þess vegna erum við að hlusta á svona efni sem hvetur okkur í átt að Biblíunni nr. 1, 2 og 3. Því að Biblían og lestur upp úr Biblíunni er besta kennslan sem þú færð og kennari þar og alltaf er heilagur andi. Og hann nú fellur ekki Biblían niður og snýrist hjá mér mikrofóninn. Þetta var nú skemmtilegt, það ekki? Það er ágætt aðeins að fá svona auka hljóð inn í dæmið. En sem sagt, Biblían er málið og Biblían er fyrir mig, hún er ekki bara fyrir prestana. Kaþólska kirkjan á sínu tíma, hún sagði að fólki það gæti ekki lært orð Guðs og kirkjan, prestarnir eru að tala þannig máli við það að það skildi. Gæti ekki lært. Ef verðu vitleysan meiri. Fólk á þeim tíma var ekkert öðru en fólk nú á tímum.
Og hver segir við mig? Konráð, að ég er ekkert að kenna honum, hann getur ekkert lært. Konráð getur víst lært og hefur margt lært. Og að því hann hefur margt lært, hefur hann líka margt að segja. En það er aukaatriði hvað Konráð litli hefur að segja. En það er kannski ástæða til að leggja við eyrun þegar hann er komin með þessa bók í hönd. Því þá er trúin á Jesú að tala, ekki hann sjálfur. Og nú ertu alveg búin að fá upp í háls af þessu groppi í kallinum. En staldrar við þegar ég segi, þetta er veruleikinn því að Drottinn notar fólk til að tjá sig sjálfur. Nú hættur við að rjúk út og sest og við stökkur upp. Trúin bálaðist upp og sagði, halló, þetta er svona. Þetta er nefnilega svona. Það notar menn til að tjá sig við fólk, þig og okkur öll. Þetta er verkslægið hjá Guði og eitt gleggsta merki til okkar mannana kærleika hans ást og vináttu. Hann getur notað okkur bresku mennina. Og meira, hann elskar okkur og veit af öllum göllum og kostum okkar. Og hann vill virkja kostina, en þarf fyrst að gera mannin trúa það. Trúin er með öðrum orðum gjöf heilags anda og heilagur andi starfar með hinum uppreisna. Og heilagur andi er að kenna mér upp úr sínu orði Guðs. Og svo kennsla þannig fengin er 100% örugt. Já, það er til einhvað 100% örugt. Trúin er 100% örug. En hún tekur engin völd af þér. Hún hefur ekki leyfi til þess frá lifandi Guði. Þannig að þú velur að ganga með trúniðinni í dag og þú horfir tilbaka, sérði við 30 ár á þessum stað á trúargöngunni og hér ertu núna og hlusta á kall með glerugu, svo sem ágætlega útlítandi og allt það, tala orð Guðs. Já, ágætt að hlusta á þennan náunga. Ekki? Akkur er ágætt að hlusta á þennan náunga? Að þegar einhvað í þér segir trú, þá er ágætt að hlusta á þennan náunga eða aðra náunga sem að tala með svipuðum hætti og eiga það sama í sér, já sama. Heilugum anda er útdeilt til manna, sami andi, eitt. Og hann er í því verkefni að stilla strengi milli manna. Bang, 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 hljómurinn er eins. Og milli okkar. Samstiltur hópur. Af því að hann er einhuga að gefast orðinu. Og enn aftur komum við orðinu val sem þú hatar. Sem þú hatar. Nei, kannski elskar það. Ég elska þetta val. Því það gerir mig að manneskju. Ég elska að velja sjálfur hvert ég fer og hvernig ástandið á mér er.
Ég vil auðvitað þessi gott. Þess vegna elska ég orð Guðs, að ég veit að elska til orðs Guðs færi mér ofta bjarta daga, sem ég elska, ekki? Ég hygg að við séum sammála þar. En það orðið, það ekki bara drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Fallegt lag. Ég veit ekki eftir hvernig þetta lag en er þetta ekki íslenskt lag? Æja, betra ekki að monta sig af því að við erum bestir í öllu Íslendingar. En ég veit það bara ekki. Er þetta lagi getið Þorvald Halldórsson, blessaðan söngvaran okkar? En núna er ég að tala eitthvað sem ég veit ekki og ég bið afsökunar ef þetta er ekki rétt um mér. En allavega það er til á íslensku og eitthvað að segja, minnist ég þess ekki að þetta lag sé á öðru tungumáli. Ég man ekki eftir að hafa heyrt það. En það getur vel verið þessi til, en ég veit ekki þetta öll lög sem hafa verið gefin út, en ég allan hef ekki heyrt það. Og þú kannski bara leyfir mér að heyra það á kínverskunniðinni þegar við hittustum. Það getur svo vel verið þessi til í dag á kínversku, ég veit ekki um það. Það er allavega, ég veit að kínverjar margir eru kristnir menn og kínverjinn er þó bara sama bát og ég. Hann elskar Jesús, keppir eftir orði Jesú og leggur á sig þá vinnu sem þarf til að vera þetta yndislega Jesú barn. Drottinn er út um allt. Drottinn er minn hirðir. Er sagt víða í þessum heimi og í hverju landi sem menn og konur búa í, held ég geti fullyrt. En þó getur vel verið að einhverju ættbólkar í Afríku, þetta er svo mikið ættbólkun þar, séu til sem aldrei hafa heyrt Jesú. Það er náttúrulega alveg hræðilegt og einkennilegt. Það er ekki allir sem eiga snjallsíma, mín kæri. Og það er ekki allir sem eiga aðganga interneti sem að kannski verður tekið af okkur. Eða ef voðalega stóru skærin verða dregin eftir sjávarbotni, þá er nú alveg hægt að klippa á hana streng með stóru skjærunum, með aðferðum sem hægt er að nota við að beita þeim. En auðvitað biðji við fyrir því og gerum það bara hér og nú að það sá vandi komi nú ekki upp. Því að við viljum að þetta fallega góða efni héðan berist nú út um allan heim, eða ekki? Stopp ekki vegna þess að stóru skærunum var beitt. Bang, klipp í klipp. Það viljum við ekki. Og mun heldur ekki gerast í Jesú nafni, já, vegna Jesú nafns, sem hér var talað yfir þessu verki. Nú hristið þú höfuðið, hrist nú ekkert á svona boðskap. Kannski ertu bara einfallega sammála boðskapnum. Ég veit ekki þangað þinn og þarf ég sjálf sér ekkert að vita hann. Og við erum núna í Lúkasar guðspjalli og fylgjumstum að sjálfsögðu með tímanum þó við séum í Lúkasar guðspjalli því við hefum markað ákveðin tíma á þessum þætti og það er, vitið að þetta er gjöf frá Guði. Þegar hann hóði hana þátt fyrir margt löngu, sagðan háðan 40 mínútur. 30 mínútur, nei, 20 mínútur, nei, 40 mínútur, mín kæri. Og ég sitt upp með það að hafa hann í 40 er alltaf langt í aður maður, segja menn.
hefur heyrst. Menn maður verður bara að líða Guði. Svo ef að Guð segir þetta, þá bara gerir þú þetta, minn kæri. Og ég hef gert það. Ekki svo að skilja, hefur ykkur talað um það að þetta verður langt. Þegar þetta er bara hefðbundin ræðu tími svona almennt. 40 mínútur. Lúkasar Guðspjall, 12. kafli. Yfirskriftin, hvern ber að hræðast? Góð spurning, hvern ber að hræðast? Ég er ekki hræddur við neitt. En hvern ber að hræðast? Stendur nú eftir þá hvað sem ég segi. Það segi yður vinir. Það segi yður vinir mínir. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert. Ég skal sýna þau hvern þér eigið að hræðast. Hræðist hann hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti. Já, segi yður, hræðist hann, varpa í helvíti. Maður fyrir bara hroll sig við orðið. En helvíti er þarna. Og þú vilt ekki fara þangað. Ég er að segja þér hvernig þú kemst hjá því að fara þangað. Hann heitir Jesús. Er ekki 5 spörvar seldir fyrir 2 smápeninga? Og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárun höfði yðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki, þér eru meira verði en margir spörvar. Áhyggjur. Bullandi áhyggjur. En Drottinn var að enda við að sjá okkur hvern við skulum hræðast. Og nefnir sjálfan sig sem aðilann með vald til að varpa til heljar. Það hefur enginn þetta vald nema hann. Og við erum að boða hann sem lausn. Allt í skjóli orðs sem við þolum ekki, að því okkur gengur svo erfiðlega að nota það, sem heitir fyrirgefning. Drottinn er fullur af fyrirgefningu. Hann setur fram orð, kennsluorð, við stakkurinn. Hann veit valfrelsi mitt. Hann veit líka að rétt kennsla sett fram, skýr og skilmerkileg, getur breytt áætlun manna. Og gerir að þjó bak við allt eru við skynsamt fólk. Sumir taka leiðsögn, aðrir taka engri leiðsögn. En allir geta tekið leiðsögn, en þurfa fyrst að fá leiðsögn til rétts vegar. Enn og aftur tökum við orð Guðs í hönd og ætlum að nema og læra af orði Guðs. Af hverju? Af reynslu af orði Guðs og engu öðru. Hún er góð, hún er meira, hún er frábær. Reynslan af orði Guðs. Það sem orð Guðs er að segja, ert þú á eigin skinni að reyna. Nær þér kemst ekki kennslan en þetta. Og þú segir, ég ætla að eflast í þessu. Ég ætla að minnka í þvælunni sem ég dró með mér inn úr heiminum. Það sem kraða ger, það sem allt er meir og minna óleist og það sem er leist er allt innan gæsalappa því af því sprettur einhvað sem við vildum aldrei fá en fengum. Akkurru, verk okkar eru ófullkomin.
Við erum gáfu fólk. Við vitum margt, gerum margt og segjum ennþá meira. En verk okkar eru ófullkomin. Við erum án afsökunar. Við höfum leiðina að fullkomnu verki Guðs. Hann gaf trú og gefur hverjum sem trú. Akkur ég og akkur þú fengum trú getum við ekki svarað, en við fengum trú. Og sum okkar höfum notað trún okkar til góðs. Elt okkur í trú okkar til góðs. Orðið það sem við erum af trú okkar, sem við leggjum rækt við og stund á. Þetta hefur verið okkar hlutskipti. Og veistu af hverju? Við vildum það og viljum það. Áfram. Þannig það er ekki veikur blettur í trúnni okkar. Veikur blettirnir eru í eðli mínu. Og það er hinn endalausa vinna sem að kraftur orðsins vinnur á, ekkert annað. Opinberunin kemur að krafti orðsins. Og við segjum, fyllust sannleika í hjarta okkar sem segir, svona er þetta. Og það er notalegt að fá þetta til sín skýrt og skorin orð, svona er þetta. Þegar þú kemur fær þessa fullvissu, þá hættir leitin. Þú veist það núna. Ég þekki Jesú og ég veit á hvaða leið ég er. Engin vafi frá þeim degi því andartaki sem þessi fullvissa hvolfdist yfir mig. Og ég hef bætt við þekkinguna mína þar, með því að vera duglegur með þessa bók fyrir fram að mig og nema úr henni og ég trú henni. Það var líka léttir og frelsi fyrir mig þegar maður gat fest hönd í einhvað. Það var mikill léttir. Leitin er hætt. Staðurinn er fundin, hann heitir Jesús. Hann er nafnið sem öllum er gefið og eina nafnið. Þetta er það sem bókin kennir. Og þetta veistu vegna þess að þú ert að stúdera orð Guðs Biblíuna. Ég veit að það eru mörg trúarbrögð í heiminum. En Drottinn segist vera einn og ég segi, hann er einn. Hann er Guðana og talar þannig sjálfur. Drottinn drottnanna og talar þannig sjálfur. Og fram í þessu gengi ég. En það er ekki mitt að hlutast til það hvað aðrir menn velja, annað fólk. Mér er ekki gefið það vald að hlutast neitt til það og ég geri það heldur ekki. Ég hef engar skoðanir á því. En ég er kristin manneskja og ég má það. Er það ekki annars rétt? Má ég það ekki? Má ég það kannski ekki? Það fyrir þetta í bara hver afstæða þín er. Ef orðið er mikið að trufla að þangan þinn frá degi til dags, þá segir hún kannski saman sjálf, það er alltaf að þetta hóra nú að þagna eitthvað. En sértu Guðsmanneskja, það segir, nei, ég vil fá meira af þessu. Andstæður. Það er trúin. Hún reisir vegg sannleikar. Hvað er sannleikur? Klassísk spurning sem gengur enn þann dag í dag. Borin af vörum Pílatus nokkurs sem var valdsmaður á tímum Jesú.
Hvað er sannleikur? Það er vond staða að veit ekki skil á sannleikunum og þurfa að spyrja slíkara spurninga. En við erum ekki þar. Við erum Guðs fólk. Og sem Guðs manneskjur því sannleikans megin í lífinu. Og þar viljum við vera. Blessaður tíminn líður, hann líður og líður og líður. Það er smávegis eftir, ef ekki lesa þess meira. Og hvar skal það repa niður þetta? Eins og þú sérð að þá er ég nú ekki með þetta neitt valið. Það er nú verið gert hérna, ég er ekkert að segja hvernig þú átt að gera þetta. Gerðu þetta bara eins og Guð vill að þú gerir. Ég er einn einstaklingur og þú ert annar einstaklingur sem hann vill bara nota eins og hann vill með þann einstakling. Þannig að við horfum ekkert á hvern annan hvað þetta var og þessina með rosalega góðan stíl með ég verið að taka hann upp líka. Nei, gerðu það sem Drottinn býður. Þetta hefur hann boðið mér. Og ég veit og trúi að það sem að ég les, ef ég les, sé valið af hjarta lifandi Guðs. Já, við erum núna í Postulasögunni, við förum í 24. kafla. Eins ég var að segja áðan þá bara stingi ykkur staði niður fæti í þetta og það kemur bara út hvað það er. 10. vers, landstjóri benti þó Pál að taka til máls, hann sagði, kunnugt mér að þú hefur verið dómari þessara þjóðar í mörg ár og muni því ótrauður velja mál mitt. Þú getur og gengi úr skugga að ekkert Þú getur og gengi úr skugga að ekki eru nema 12 dagar síðan ég kom upp til Jerúsalem að byggjast fyrir. Og enginn hefur staðið mig að því að vera að stæla við neitt eða æsa til óspekta hvorki í samkundu húsunum né neinn staðar í borginni. Hvað er í gangi hér? Samkvæmt orðum Páls var verið að ljúga upp á Pálgreið. Hann var ákærður fyrir það að gera eitthvað sem hann hafði aldrei gert. Við höfum heyrt þennan áður. Að því hann er í gangi hér og nú. Af hverju? Enn og aftur segjum við það vegna þess að það hefur ekkert breyst. Hjarta mannsins er enn við sama heygarðshorn og það er þetta blekkja einn og annan og hvert sem er út í það farið. Er þetta ekki rétt? Þetta er rétt og þú veist það að þetta er rétt. Við höfum að geta stoppað einhver staðar, ég ætla að hægt að slá í hennan mikrofón, það er eitthvað stíl. Ef við verðum að stoppa einhver staðar og gera það sem Guð er að bjóða. Ég veit hvað hann býður fyrst á öllu. Það þú lítir í bókina. Nefnir fræði. Sér del að þér í fræðunum. Þá öflist trúin. Og trúan vissan veist helst. Og þú segir, ég hef fundið. Ég er búin að finna það. Leitin er hægt. Þú stoppaði það. Áratugum seinna ertu enn við sama heygarðshorn, ég hef fundið. Ég þarf ekki að leita annars staðar. Þetta er mín staða. Þetta er væntanlega og hugsanlega og mögulega þín staða einnig. En ég veit ekki hann ekki. En ég segi þér, hvernig þú getur öðlast fullvissu. Það gerist með þessum hætti. Bara þessum hætti. Því að ef þú ætlar að fylgja heiminum, þú kannski gerir, þetta uppljóð. Endalaust af vonbrigðum
og endalausar áhyggjur. Þú sér enga framtíð. Það er vond staða hvort sem er fyrir mig eða þig. En ég sé framtíð að því ég hef fundið. Ég er ekki að leita. Ég veit hvar ég er. Og að því ég veit hvar ég er, veit ég leiðina framöndan. Hún heitir Jesús. Þetta er ekki einföldun, elsku vinir, þetta er staðreynd. Og þetta er einmitt hlutverkið okkar sem eigum þetta sem ég á, að segja frá þessu, sleppa öllu öðru. Segja frá þessu, vegna þetta betra segir þú ekki, minn elskaði vin. Það er komin tími, þannig að ég verðist að stoppa kallinn, blæs eitt hérna á og rís á fætur og feð á þeim orðum að það verður annað svona þáttur eftir viku.